Sko, ég hélt þarna ræðu á viðþingi 2014 vissulega íslensk króna og við vorum ekki vinir, ég og íslenska krónan og það bara gengur í marga ætliði ég erfið þetta í beinan föðuleg óþóla íslensku króni og ég var nú auðvitað að horfa á þetta aftur þegar ég var að fara að halda þess að seinni ræðu og þá var það svona, ég held ég hef sagt að bókstaflega að Evrópusambandið væri ekki cool en við gætum þurft að þola það til að losna við krónuna þannig ég held að þetta hafi nú mikið snúist gjaldmiðlamál og ég hef nú kannski ekkert verið að pæla neitt rosalega mikið í hvað Evrópusambandið en það ég man það svona að maður hugsa tilbaka fólk var ekkert voðalega með djúpra pælingar hvað Evrópusambandið væri það var ekkert svona eitthvað vítt samtal það og ég held líka sko að því að náttúrulega veist, nú þetta Rómarsáttmáli, Maastricht, Lissabon, veist, þetta náttúrulega búið að vera í mikilvæg þróun og mikið gerst síðan og ég held sko að Evrópusambandið, sko bursið frá því hvort að Bretland inni eða úti, Evrópusambandið í dag og Evrópusambandið þá eru bara mjög ólíki hlutir. Já, ég held það sé rétt. Að öllu leyti og núna náttúrulega búið að því að það er búið að skrifa mikla ástandsskýrslu Evrópusambandið, að Mario Draghi, og það liggur bara fyrir að það grunnurinn fúinn og þaki lekur og það draugagangur á klóstinu sko. Það bara, þetta ekki hús sem vilt vera mikið að pæli en ég man á þessum árum var þetta aðalega bara samtala evru eða krónu og það að hvort við varum gangi í Evrópusambandið var ekkert eitthvað, var enginn að pæli því en það var á þessum tíma heilt yfir bara allt íslenskt atvinnulíf því mjög fylgjandi að gangi í Evrópusambandið samtök iðnaðarins, atvinnulífsins verkalýðsfélög, það voru allir bara nokkuð mikið til í þetta. Og það hefur eiginlega alveg snúist við í dag. Já, það hefur alveg snúist við. Nú erum við að horfa bara allt annað ástand. Það verðist vera engin salur fyrir þessu neinstæðar. Ykkur svona kikki pakkan náttúrulega forvitnilegt og ykkur leiti bara mjög gott branding. Segja bara eins og Já, og ég held að allir geti tengt við þetta maður, fara að taka ykkur alvöru ákvörðunum með þetta. Ég segjum bara já og ákvörðum okkur síðar, sko. Ég get alveg tengt við þetta. Að þetta alveg kekslókið að komast ekkur niðurstöð í þessu. Ég var nú bara því að ég var að taka saman þessa ræðu mína sko. Þetta tók alveg á að halda þessi á málefnulegum nótum og útskýra fyrir sjálfum mér og öðrum af hverju mér hefur snúist hugur og það náttúrulega bara ansi mikið af blóðið drifinni slóð af mistökum og það náttúrulega, ykkur leiti ósangjarnt sko að vera kannski endalaust að draga Evrópusambandið upp úr því hvað gengur illa. Svona fyrirbærum náttúrulega bara gengur vel og illa bara, þetta reyfist bara yfir tíman. Já, en það óneitanlega röð af slæmum ákvörðunum sem hefur leitt Evrópusambandið á mun verri stað í dag heldur en það var fyrir. Já, Evrópusambandið þegar við sækjum með stærsta hagkerfi í heimi. Já. Nú eru Bandaríkin stærri, Kína stærri og það náttúrulega einhver leiti Bretland gekk út og það var alveg partur af Evrópusambandinu en samt ef við leiðréttum fyrir það hefur þetta ekki gengið vel. Síðan myndi ég segja að það sem hefur gerst að mörgu leiti það sem að enginn átti vona á að svo náðist utan gengi krónunar sérstaklega og það hefur verið nokkuð stabílt síðustu 10-15 árin. Og kannt þú að skýra það? Hvernig náðist utan gengi krónunar? Hvað það sem að við gerðum og hvers vegna hefur það gengið svona verið og hvers vegna hefur það verið stabílt? Sko, hún náttúrulega í einhvers konar hálfhöftum. Það var búið að taka svona verstu hlutina sérstaklega í svona vaxtamunarviðskiptum og afleiðusamleikum og öðru slíku sem náttúrulega gýruð hana ansið mikið upp þarna í hruninu. Síðan tókst að leysa vel úr hruninu, það við endum eftir öll stöðuleikaframlegin og allt þetta fyrirbæri sem langt að mála fara í. Það endum við og eins og við horfum á okkur í dag, þá á íslenska hagkerfið meira erlendu gjaldeyri en það skuldar og það mjög sjaldgæft í heiminum. Það ekki mörg lönd sem í því standi. Partur af því náttúrulega uppgerið á hruninu, partur af því að það gengi mjög vel í útlendingsgreinum og svo bætist ferðamannabransinn sem að róterar miklum gjaldeyri í gegnum, kortaveltu ferðamanna og alls konar svona hluti. Þannig að sko umfang sko gjaldeyrismarkaðar og annað slíkt og varaforðið Seðlabankans og staða lífeyrissjóðanna í útlöndum. Lífeyrissjóðakerfið hefur vaxið mjög í gegnum þetta tímabil, fer frá því að vera svona tæplega 1 þjóðarframleiðsla, ég vera næstu í 2 þjóðarframleiðslur. Mikið til að eignu lífeyrissjóðanna eru í erlendri mynt, fyrst og fremst í bandarískum eignum, fyrst og fremst í nýsköpun í Bandaríkjunum.
Íslenski lífeyrissjóðir eru mjög góðir að fjármagna með nýsköpun í Bandaríkjunum ásamt evrópskum lífeyrissjóðum og kanadískum lífeyrissjóðum og amerískum lífeyrissjóðum og annað sem ég fór yfir í ræðinu, það er ekki mikið verið að fjárfesta utan Bandaríkjana, það er sérstaklega Evrópu, ekki einu svona Evrópu sjálfur en allavega þetta hefur bara gengið vel og það hefur myndast ákveðin grunnur til að reka myntkerfi ofan á og ég held að okkar skilningur á þessu öllu hefur bara vaxið að því oft voru menn með eitthvað svona almennar hagfræðikenningar, hvernig hlutinir ætti að vera. Megum við þakka bara þeim lærdóm sem við drófum á hruninu að við fórum að stilla þetta betur og... Já, sko, ég held að bara, veist, sá veit sem reynir, veist, eftir því bara að við erum að fara lengra og lengra með þetta, veist, við erum kannski ekki mjög gömul þjóð, ef við horfum að það, við erum kannski fengum fullveldi 1918, veist, við erum bara að vera fullvelda þjóð í 100 ár, þannig að byggja með þetta krónu í einhver tíma, og horfum bara á sögu þjóða, þetta tekur oft bara ágætis tíma að vera þjóð, veist, það er búin að vera bankarhunn í Skandinavíu, veist, það er að finna bankarhunn einhvern tímann í Svíþjóð þess að það þurft að veðsita kóparflakkið á seðlabankanum sínum. Þannig ef þú trúir því að við séum kannski mögulega vorandi búin að finna loksins stillinguna og sem við getum haldið okkur við og þannig að þetta geti verið stöðugt. Men við erum alltaf með allar þessar útflutningsgreinar sem er alltaf frumforsendan fyrir stöðugu gengi. Það er bara að flytja meira út heldur en við kaupum inn. Já, sko, þetta er augljóslega ekki komið. Við erum ennþá hérna að taka á vextum og verðbólgu og það er ekki á góðum stað. Þannig að við erum ekki alveg búin að ná utan þetta. Það liggur alveg fyrir. En fyrst við náðum utan þetta, það er eitthvað svona fyrsta skrefið og við erum ennþá kannski að díla eins við það að ég held að fólk trúi þessu ekki alveg. Að gengið sé búið að vera stabílt. Það er allir svona einhvern veginn að býða eftir einhverjum skell og eitthvað svoleiðis, veist, það er bara eitthvað svona... Maður heyrir oft að menn að minnast á þetta, sko, að gengi krónuna sé búið að vera stöðut núna og stöður jafnvel en evran og eitthvað, en það er enginn sem að tekur það eitthvað sem einhverjum fasta, veist, það er bara búið að vera í smá tíma og svo fáum við skellin, sko. Já, og það má nú líka alveg, sko, færa ágætis rök fyrir því að það er ákveðin víxlverkun á milli svona hásvaxtastigs og hásraungengis. Þannig að þegar við förum svona að diffuse the bomb, sko, sem að það eru augljóslega að fara að gera, það þarf alveg að gera þetta varlega. Af því að þegar þú lækkar vextina, þá ertu aðeins að taka undan krónunni og það þarf að leyfina að síga. Og þá kemur svona, hefur margum talað vélenda bakflæði, sem að kostnaður innflutta vara hækkar og þá kemur verðbólgan og allt það. Þetta er alveg verkefni að ná þessu ástandi niður. Þetta ástand náttúrulega skapast af okkar einu ákvörðunum í COVID og Grindavík og öðru slíku og aftur bara að margir sem gerðu bara alls konar mistök þar hérna í alls konar uppákomum, sko. Og ég meina að fólk bara gerir sitt besta, það er ekki að díla við heimsfarundur nema 100 ára fresti og kannski lítið svona samfélagslegt minni hvernig að taka á því, sko. Við erum allavega á því ástandi og við þurfum að taka á því, en allavega með stabíla krónu undir þessum kringumstæðum ættu við alveg að geta gert það, sérstaklega við höldum áfram að byggja upp útflutningsgreinarnar eins og var að fara yfir, þá núna hugverkastóðin orðin stærri en sjávarútvegur og 2030 ætti hugverkastofan að vera orðin stærsta útlendingsstóð Íslendinga. Lengi vel þá reyttu okkur bara á sjávarútveg og stóriðju og svo bættist ferðamanniðinaður við, reynur á svipum tíma og hugverkiðinaður var að gera líka, sko, en við hefði enginn trúað því, sko, að þessar tvær stóðir eruðu stærstu stóðirnar, þessar nýju stóðir, hugverkiðinaður og ferðamanniðinaður. Og þannig er aftur, sko, veist, hvað er breyst hjá Evrópusamhættinu, hvað er breyst hjá okkur. Veist, Evrópusamhættið er allt öðruvísi og við erum allt öðruvísi. Og það hefur gengið mjög vel að byggja upp þessa hluti hjá okkur. Þessa hluti vill Evrópusamhættið byggja upp. Draghi-skýrslan fjallar það. Við höfum náð þessum árangri svona tiltölulega ekki mjög markvisst. Það er vissulega samt mikið af endurbótum sem hefur verið unnið í gegnum kerfið sem hafa stutt við þetta. Stjórnvöld hafa stutt við þessu uppbyggingu og núna er komin mjög öflug atvinnustefna sem er í og með líka byggt á vinnu í gegnum nýsköpunar tækni- og nýsköpunarráð, vísinda- og nýsköpunarráði, ég þarf að læra að segja þetta. Og það rammar saman, þannig að nú er alveg til, sko, næsta skref að taka aðgerðir sem ættir að ganga í og það sem að hefur svona alveg auka breyta í allir þessu samtali mér finnst þetta að vera aukaatriði, þetta Evrópusambandsmál, miðað við hvað við gætum
stutt við þennan árangur sem þegar er komið og komið okkur alveg virkilega á þann stað að þetta er okkar stærsta útflutningsgrein á meðan hinnar eru líka stækka, fiskverð er að fara upp, verð á áli er að fara upp og einhvern veginn koma ferðamennir en ennþá þó að krónan sé rosalega hátt skráð, ég meina það að kaupa sér kaffibólla á Íslandi er náttúrulega bara ferðamæður en samt koma þeir augljóslega mjög góða vöru að selja og við erum bara mjög góðri siglingu hér og ég held að athygli stjórnvalda ætti að vera á því bara 100% og ég bara hef áhyggjur á þessum athyglisbresti sem að Evrópusambandið mun vera. Góða, ég er ekkert að draga dökka mynd, þetta er þeirra eigin mynd, þetta er ástandskoðun Evrópusambandsins á sjálfu sér, ef við værum í fyrirtækjasamruna, þá er þetta þeirra áraleikankönnun og við getum bara að lesa þarna. Viljum við sameinast þessu fyrirtæki með þessa áraleikankönnun sem liggur fyrir. Við bara fara í gagnaherbyggið og lesa áraleikankönnuna og hún lítur ekki vel út. Bara takka Evrópusamband að vera svona heiðalegt sjálfstig, bara fullt rós fyrir það. Hvernig þau ætla að leysa þetta, ég er ekki alveg sammála því. Það er bara meiri og meiri minnkun á lýðræði. Það er í grunni til það sem að Mario Draghi er að leggja til. Bara að taka meira lýðræðin og sambandi. Þetta er bara verða einhvers skrifræðislegt alveldi. Það er það sem hann er að leggja til. En er hann ekki að leggja til líka einhver leiti afnema þungt regluverk? Jú, en til þess að geta gert það. Þá tekur hann lýðræði og sambandi. Þú eiginlega þarft að gera það. Því þú er búin að búið til svona mikla flækju, þá er komin svona mikla hagsmunir inn í flækjuna og þú þarft að ná 27 þjóðum eða 28 eða 30 hver það enda þegar þau fara að gera þetta. Þetta er rosa mikið víraverk. Ímyndaði bara okkur sjálf að fara að minnka regluverk á Íslandi. Við erum bara pínlítið þjóð með mjög einfalt kerfi. Það myndi vera bara mikið, það verður allir að æpa gólaðu, nei þetta mun leiða til svona og alveg annað. Þú er bara að gera það á 450 miljón manna mengi þar sem að fólk treystir hvert öðru ekkert rosa mikið. Og það er eitt sem að er kannski hægt að bæta við þetta í þessu dökkumynd sko. Nú er alltaf að fara eitthvað svona frasi að þú spyrir fólk í Evrópusambandinu hvort þú líði vel að þá kemur það bara eitthvað svona, þeim líði vel. Ég fór að skoða þessa könnun, hún er bara á netinu. 68% af fólkinu í Evrópusambandinu telur Evrópusambandið vera rangri leið. 68% í þessari sömu könnun. Þannig kannski líður ágætlega en þau telja miklu meira hluta, meira en 2/3 telja Evrópusambandið vera á rangri leið. Fólkið í sambandinu sjálfu. Draghi skýrslan, fólkið sjálft. Þetta er ekki einu sinni, þetta er ekki mínar skoðanir. Ég vill hann til og það eru alveg í samræmi við þetta. Þetta eru þeirra eigin skoðanir. En hugsa líka eitt. Nú erum við í EES. Það verður bara að vera, ég veit ekki, 100% samkomulag hérna á Íslandi með þessi frábært. Ok, hérna erum við 100% sammála eitthvað frábært. Bara ok, ef við förum út úr því, það verður ekkert inn í það gengið aftur. Það er ómögulegt. Það er ómögulegt og það mun líklega rakna upp. Ef við erum svona ánum með EES, ef við þá ekki að verja það, við setjum Noreg bara í mjög slemma stöðu. Og Liechtenstein er eitthvað með, en ég meina þetta er bara Noreg og Ísland. Þannig bara þannig að þetta er. Ég held að við ættum bara frekar að byggja það upp. Við getum örglega, ástand og samband okkar við Grænland er ekki hægt að vinna eitthvað annað. Ég held að það sé líka annað að taka fyrir stöðinni eða taka hinn vinkilinn sko. Það er alveg Ísland, Færeyjar, Grænland sem eru öll í sérstaklega sambandi við Evrópusambandið. Við getum alveg gert góðan til við Bandaríkin. Og það er bara eitthvað svona eðlileg tolla umhöndlun og eitthvað svona. Það er nú svolítið mikið eitthvað út alt. Það er alveg að stabilisera það. Við komum þrjú saman og ok, ég veit ekki alveg með Dani en við getum alveg verið átt í einhvern svona samtalum. Hvað myndir þú segja við fólk sem að hugsa sko, já, það getur vel verið að þetta sé allt rétt sem þú ert að segja en það er samt bara fáránlegt sko, við á laugardaginn erum við bara að fara að kjósa sko, við erum ekki að fara að kjósa aðild sko, við erum bara að fara að sjá og það er bara fáránlegt að fara að hafna því að sjá hvað er í boði, hvað er alltaf að bjóða okkur. Já, ok, það er náttúrulega, standardsvarið er bara þetta lítur 95% fyrir og eitthvað 5% til og frá. Við getum alveg, það er alveg búið að segja þetta í döðu. Ég myndi kannski að horfa á þetta svona. Hérna eru Íslands stjórnvöld að spyrja þjóðina hver á okkur forgangsröðun að vera. Og það er frábært. Nú fáum við bara að ráða forgangsröðun stjórnvalda. Forgangsröðun í allri útgerð, hvað sem er fyrirtæki, stjórnsýsla, hvað sem er, hefur allt að segja. Því sem að gefur athygli, það vex. Það sem að gefur ekki athygli, það dofnar.
svona bara virkar þetta. Athygli stjórnvalda er mjög verðmætt. Stjórnvalda eru búin að búa til atvinnustefnu, hún er bara mjög góð. Ég myndi setja athyglina þar, setja hann í framkvæmd, ná af krafti að taka á vöxtum á verðbólgu. Það er mikla athygli í það. Laga vinnumarkaðsmódelið, koma einhverjum böndum á þennan fjöldaríkistarfsmanna sem við mögulega getum aðeins temprað til og komið meira í verðmætasköpun og hlutning. Þetta bara er mjög skýrt og gott plan og ég myndi velja þá forgangsröðun. Meðan að hitt er áframhaldandi rifrildi í mörg ár nákvæmlega hvað það þýðir og þetta er keksflókimál. Það getur enginn svarað þessu. Það þykjast allir vita þetta. Ég er ekkert að segja það, ég vita þetta 100% er þetta gott eða vont og eitthvað og lalala. Mér líst bara ekki á þetta. Mér líst vel á hitt planið. Ég segi já við þessu plani sem er bara okkar plan og plan stjórnvalda okkar. Þau eru alveg búin að skrifa þetta allt niður fyrir okkur. Það er hérna skýrslan hvað getum við optimisera ríkið frá því fyrra. Það er atvinnustefnan, það er stefna vísinda og nýsköpunarráðs. Það er aðgerða áætlanir að baka þetta allt. Göngum bara í málið. Það er plan. Ég er til.